Áform álver í Helguvík og nettjónabú á Keflavíkurflugvelli í uppnám eftir að bakslag kom í viðræður raflínu til Suðurnesja. Bakslag komið í viðræður Landsnets og sveitarfélaga nýja háspennulínu til Suðurnesja. Áform álver í Helguvík og nettjónabú á vallarsvæðinu í uppnámi og talið brýnt að höggva á hnútinn mjög fljótlega ef tímaáætlanir eiga að standa. Kristján Morunarsson. Álver í Helguvík og nettjónabú á Keflavíkurflugvelli eru bæði háð því að Suðurnes verði tengd raforkukerfi landsins með nýrri háspennulínu en einnig telur Landsnet sem annast raforkuflutningin að nýja línu þurfi til að treysta rekstraröryggi fyrir íbúa svæðisins. Viðræður milli Landsnets og Suðurlenda sem kemur fram fyrir hönd 3 sveitarfélaga, Voga, Grindavíkur og Hafnarfjarðar ganga afar hægt og hefur ekkert verið fundað í heilan mánuð. Ágreiningurinn snýst aðalega hvort leggja í línuna í jörð og segir Ólafur Örn Ólafsson, bæjarstjóri í Grindavík og stjórnarformaður Suðurlenda, bakslag hafa komið í viðræðurnar. Hugmyndir sveitarfélagana jarðstrengi hafa ekki fengið þann hljómgrunn sem þau höfðu vonast eftir. Það nú þannig að það vill helst enginn hafa háspennulínu nálægt sér. Því miður staðreyndin hins vegar sú að kostnaður við það að setja meginflutningslínur í jörð mjög hár og í raun myndi hafa verulega áhrif á flutningskostnaðinn hér á landi ef við færum mjög ítarlega í það mál. Guðmundur Ingi viðurkennir að orðið sé mjög brýnt að fá niðurstöðu. Norðurál áformar að hefja álframleiðslu í Helguvík eftir 2,5 ár. Sú tímasetning hins vegar í uppnámi því áætlað að 2 ár taki að leggja nýja raflínu og það verk getur ekki hafist fyrr en línan komin í gegnum umhverfismat og skipulagsferli og það tekur minnst hálft ár.